Góðan daginn. Og hvað segjum við í dag? Gott, allt gott, gott að heyra það. Þetta er góður dagur í dag. Þennan dag gaf Drottinn niður. Hann gaf gærdaginn og við sjáum að við vöknuðum inn í hann. Og það er nú aldeilis blessun. Ég veit ekki hve margir náðu nú ekki að vakna inn í þennan dag. Og þá er ævi þeirra að baki. En við tórumenn, og það er spurningin, ætlum við að gefa Drottni lofið í dag? Eða ætlum við að vera bara reiðar og bitrar manneskjur í dag? Harmandi hlut okkar, harmandi það sem að baki er, harmandi okkar eigið líf. Þú mátt gera það sem þú vilt, en þar vill ég allavega ekki vera að ég geti lofað þér. Og það sem að heldur þessu uppi er þetta trúin mín á Jesú og allt þetta þakklæti sem hann færi fram vegna þess að ég trúi. Eins og orðið segir, og þú sjálfsagt tekur undir sem að veistu hvað ég er að tala, að þá er trúin nauðsynleg. Í trúnni sem þú Drottinn fær að vekja og getur vakið upp þakklæti fyrir svona hversdagslega hluti sem að öðrum kosti við værum kannski ekkert að velta fyrir okkur. En það er mjög mikilvægt að við veltum þessu öllu saman fyrir okkur vegna þess að þetta er staðan. Já, við fengum að vakna inn í nýjan dag. Hvenær þetta endar, það er ekki gott að segja, en einn daginn þá endar þetta, en enn erum við hér, enn fáum við að njóta dags og stundar, andartags og getum enn og aftur lofsungið Drottni, sé hjartað þannig stemt að það vill lofsungja Jesú. Og þegar Jesús er orðin myndin okkar, að þá verður það okkur nú mjög tamt að lofa hann. Og auðvelt að viðurkenna að hann sé allt í öllu sem að okkur snýr. Þetta er líka staðreynd. Þetta er eitt af því sem gerir okkur að þessu trúaða fólki. En við vitum það hins vegar sem til þekkjum að trúa fólk er ekkert betra fólk en annað fólk. En trúa fólk má þá eiga það að það hefur tekið niður alls konar sem Kristur hefur sett fram og notað fyrir sig, því að eftir að Kristur er orðin raunveruleiki minn og þinn, þá leggjum við allt kapp á að fyrst og fremst að vera honum velþóknanleg. Og við vitum alveg hvað er honum velþóknanlegt og hvernig við höfum ætt og hegða okkur. Við höfum orð Guðs, við höfum Biblíuna, við höfum þetta allt fyrir okkur sem gerur okkur það fært að fara inn á þessa braut. Og Drottinn talar það að við skulum elska hverja aðra. Það er nefnilega í elskunni sem að allt er í lagi hjá okkur. En þegar elskan er ekki að toga sig upp fyrir bara allt, þá getur alls konar gerst sem að okkur líkar ekki. Þannig að þetta er alltaf barátta, þetta er alltaf sama raunverulega baráttan í hjarta manneskju. Hún er þarna, hún berst þetta, hún vill að Drottinn bara skíni sem ljós í sér. En svo koma bastardar eins og áhyggjur og það allt saman. Það er önnur tilfinning sem við höfum líka og þetta tvennt er alltaf að togast á í okkur. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Akkur segi ég þetta? Nú, ég er maður, manneski eins og þú. Með allt þetta í mér sem að þú hefur verið að glíma við alla þína tíð, meira og minna. En við eigum það sameiginlegt. Já, við eigum það sameiginlegt, við segjum það bara, að við eigum bæði Krist. Ég tilheyri ekki einhverjum einum Kristi, sér Kristi. Það er bara, þetta nafn Kristur er bara stórt
það þekur alla jörðina og þeir sem að trúa á Krist, þeir trúa á sama Krist. Og hann gaf niður sitt orð sem ég er að lesa og þú ert að lesa. Við erum að lesa sömu kennslu og getum þér lært taktana sem hann hefur sett niður og segir okkur að stíga og fara eftir. Taktvist. Þannig að við getum öll orðið uppundi við segjum bara ágætis manneskjur, góðar manneskjur, en við verðum það aldrei eins og við vildum sjálf nema að því að við erum að leyfa Kristi að vera þessi Kristur í okkur. Er það sjálfgefið? Þú veist það jafnvel ég að það er ekkert sjálfgefið. Við þurfum að hafa fyrir þessu öllu. Við þurfum að velja þetta á hverjum degi til að verða þetta. Og þannig bara er það og það er gott fyrir okkur að vita það og skilja það og skynja það ráðist á þetta. Vissirðu það? Það ráðist á þetta á andaverum vonskunnar og veistu hvar þær eru, á hvað þær eru að ráðast. Ég skal segja það. Það heita tilfinningar. Þar er vettvangur fyrir þær og tilfinningarnar bálast upp og þær kveikja hugsanir sem ekki góðar hugsanir. Þannig bara er þetta, þannig er bara maðurinn gerður að ef hann leyfir tilfinningunum sínum að ráða og þá er ekkert nema vondar hugsanir sem koma út í því. Af hverju haldið þið að við fengið trú? Hún er öflugur í þessu. Hún sest á þetta. Hún bælir þetta. Hún setur þetta undir, þess að undir eitthvað sem ekki sést. En að því að við erum manneskjur, þá eru það þarna. Og alls konar í okkur vill fara þangað. Og svo tókast þetta upp, svo tókast hitt upp og þeir vera að líða illa. Þannig að ég er ekkert að segja neina ný sannindi, við þekkjum þetta öll. Þetta er málið. Þannig að við sjáum mikilvægi þess að vera vel að okkur í orði Guðs og byrja á því að þakka Guði fyrir það að hann leiði okkur á vakninni í daginn. Það er nú stórt og mikið þakkarefni því að einn daginn þá förum við og það er allt í lagi að tala með þessum hætti því að við vitum sem þekkjum Krist hvert við erum að fara. Hlökkum við til? Mér finnst gaman að lifa. Nei, mér hlakkar nú ekki til en ég veit að einn daginn þá verð ég ekki lengur með okkur. Því miður. En ég þekki Jesú og ég veit 100% hvert ég er að fara. Það er þegar þessari vist lýkur. Og ekki yngistuðinum með árunum, nei við eldustu með árunum. Og svo eru við allt í einu komin yfir 70. Og það er góður aldur að vera komin yfir 70, ég lofa þér því. Þannig það er ekki eftir neinu að þú þarft ekki að kvíða því, þú þarft ekki að kvíða aldrinum því að ég er búinn að sjá það, ég er nú einn af þessum öldruðum í dag. Aldraður er bara afstæða. Ég er bara eins og ég hef alltaf verið. Og jú, ég eldist og ég getist ekki þrættur í það. En að vera þessi aldraða manneskja er bara afstæða. Það sem þú varst áður, þú ert það ennþá. Eins og þú hugsaðir áður, þú hugsar svo þannig ennþá. En það er hægt að leggjast með sjálfan sig í einhverja þvælu, einhverja debur og sjálfsvorkun, sem allavega sumir sem að verða aldraðir, við verðum það nú öll og ég þakka fyrir það að ég hef fengið að lifa þessi ár sem ég hef á baki. Þetta er allt saman afstæða. Þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum ekkert að vera að drattast með og þess vegna er það svo mikilvægt fyrir mig og þig og okkur. Það er að vera með Drottinn í hjarta okkar úr því að hann gaf okkur trúna. Mundu það, hann gaf þér trúna, ekki setjast á hana. Leyfðu henni að bálast upp. Leyfðu henni að gera það í þér, það sem hún vill gera í þér og lifðu lífinu eins og Drottinn er að bjóða að þú lifi lífinu. Og hvernig vill hann að þú lifir? Farðu eftir orðinu.
Það er það sem hann vill. Og hvað segir hann? Trúin er nauðsynleg til að mynda. Já, við vöknum og við fengum trúna í fangið einu sinni enn. Nýr dag og nýr sénsar, ný tækifæri í dag. Það alveg sama hvað aldrei veru. Tækifærin eru jöfn eins og þau hafa alltaf verið. Og hvað ætla ég að grípa? Hvert vil ég fara með þetta? Eins og í öll heimsskiptin þá valdi ég nú að gera þetta efni sem ég hef verið að gera hér í ekki áratugi. Ég man það ekki. Ég er búinn að vera lengi með þetta. Og enn erum við á okkar stað, við okkar steðja. Þetta er góður staður. Veistu, af hverju hann er góður staður? Því Drottinn er yfir þessu. Hann setti í þetta, eða segjum minn, já, okkur bara. Og þetta er köllun þín og mín. Eða þú hefur þína köllun, ég hef mína. En þetta er mín. Hver er þín? Þú sinnir henni. Og ég þakka Guði fyrir það að þú sinnir henni nákvæmlega. Við þakkum Guði hvort fyrir annað að við skulum ennþá vera við þessi störf sem að Drottinn sett okkur í og yfir. Já, yfir. Hann setur sögumenn yfir. Og hann greinilega setur það yfir vegna þess að hann treystir þeim til að sinna þessu eins og á að sinna þessu. Það er engin lognmolla í Kristi. Og sá sem að þjóna Kristi, ég get alveg lofa þér því hann hefur nóg að gera, yfirðið nóg að gera, hann er aldrei verkefnalaus. Þetta er nú bara minn vitnisburður. Og hvað ættu þú alltaf að gera, maður? Ég sé aldrei að gera neitt. Ég get ekkert gert að því hvað þú sé. En ég veit alveg hvað ég er að gera. Eins er það bara mig, ég veit ekki alltaf hvað þú ert að gera. En ég vil bara trúa því að þú sért nú að gera bara gagn. Það sem þú ert. Og ég bara í Jesú nafni þá blessa í þig. Og þitt nafn, þína fjölskyldu, já, þín börn og það allt. Það get ég gert. Og þetta hefur allt árið. Veistu af hverju? Einhverjum úr stjörnulegi vegna þess að svona orð, þau talast út í andaheimin. Og Drottinn veit alveg aðstæður og kringumstæður hverra mannesku. Hann veit aldrei nema þessi orð sem hér voru töluð hafi rutt einhverjum braut einhvers staðar. Ég veit það ekki, Drottinn veit það. Ef hann vill þá kannski segir hann mér það. Þess að ég sé neitt að biðja eitthvað sérstaklega um það. En svona virkar trúin. Hún er ekki bara einhver kollur sem að snerist á haus. Nei. Þetta er lífið sjálf. Og það er gaman að þjóna Drottni. Já, það er gaman að bara vera upp í dag. Lifa sínu lífi, vera maður sjálfur. Alveg sama á hvað aldrei maður er, það er, eins og við vorum að tala um, þetta er afstætt. Aldur er afstæður. Þú ert ekkert eldri en þú bara vilt vera. Eða þú náttúrulega dettur niður í einhverja mæði og þunglindi yfir því hvað þú ert orðinn gamall og gömul og þá náttúrulega máttu það alveg. En hvaða lífi ertu að búa þér til með því? Ertu bara þú sjálfur. Gerðu það sem þú hefur gaman að. Og ef þú ert komin á aldur, eins og við náttúrulega förum öll á aldur, þá er nú bara jafnveg fyrir suma ennþá skemmtilegra. Þegar loksins getur þá gert það sem að hobbyið þitt var alltaf að kalla á hann, þú gafst þér aldrei tíma á vinnu. Þú varst alltaf að vinna og hafðir aldrei tíma neitt fyrir hobbyið þitt. En núna ertu komin á þann stað að þú hefur allan tíma fyrir hobbyið þitt og hobbyið þitt er líka að vinna, mundu það. Hobbyið þitt er eitthvað sem að þú hefur gaman að því að gera en leyfðir þér svona hálfgildings áður því að þú varst náttúrulega að vera það sem þú réðst þig. En núna er þessi tíma breyttir og þú getur snúið þér að því og hvað sem það er, hvaða hobby hefurðu fyrir þig. Mér var það raunin ekkert um það. Hvað er hobbyið mitt? Það er nú bara það Guðs verkið. Hann leiði mér að vakna inn í nýjan dag og hér er ég Drottinn, hvað er ég að gera í dag? Og hann segir mig, Konráð, og þú veist það. Já, og hér er ég. Að því ég veit hvað ég á að gera. Að því ég er ennþá í starfi hjá Drottni. Og ég er ennþá að gera það sem hann býður mér að gera. Og ég vil hvetja þig sömuleiðis til þess að gera slíkt þið saman og eitt ef ég séð, og ég hef svo sem oft talað um það, og ég er alveg staðfastur þar,
að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur og ef hann vill að eitthvað byrji, þá vill hann líka að það hafi langan aðdraganda, langan aldur. Þannig að þú sem þú náttúrulega elskar að fara að þjóna við Jesú. Ég þekki þetta. En hvað er eftir 20 ár? Segja það. Verður ennþá í því. Já, ég veit ekkert það. Það bara fyrir eftir því hvað trúin hefur náð að byggja upp í þér. Ef þú ert þar ennþá, sem eru ennþá í þessu, og ég þakka fyrir það, að það er vegna þess að þeir skilja hvað trú er. Trú er hér og nú. Trú er köllun mín, segðu þetta með mér, köllun mín. Og köllun minni þarf ég að sinna. Því þú getur ekki sinnt minni köllun af því að hún er mín. Og það er gagnað því sem að Drottinn er að gera og hann notar kallanir í þetta í þessa gagnsemi. Köllun mín er þessi, Drottinn gaf mér hana, kannski köllun sem engin annar hefur, ég veit ekki það, mér er alveg saman það. En að því að hann gaf þetta niður, þá segir hann, Konráð, þú verður að sinna þessu. Hef ég gert það? Já, þú veist það nú, horfir á svo þetta hjá mér, alveg svoleiðis bara aftur og aftur, kannski. Þetta þarf nú ekkert alltaf að vera. Það er búin að heyra svo margt maður. En Drottinn spyr ekki að því. Það bara setti þetta upp í hendunar á þér. Gerðu þetta sér. Nú, við völdum mánudaga til að gera þetta. Og mánudagarnir eru því undir fyrir þetta verkefni. Og það er nýtt verkefni á hverju mánuði. Einfalt, mjög einfalt. En það er að gera þetta. Það er að hafa úthald. Og þess vegna er það góð bæn, mjög góð bæn, frábær bæn, að biðja Drottinn að gefa sér úthald. Og gefa sér skilning á því hvað það merkir að eiga köllun. Já, hvað merkir það? Áfram, 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 áfram. Það merkir það. Þetta er til. Það veit ég ekkert um. En ég veit að þú átt Jesú í þínu hjarta og alveg svo hann hefur verið í mínu lífi, þá verður hann líka drifkrafturinn fyrir þitt líf vegna þess að í raun og veru strangt til tekið á hann allan heiður að því að þetta heldur út. Oft hef ég ekki nefnt þessu. En svona 99% tilvika hef ég nú samt farið að stað. Af hverju? Því fyrir utan það, þegar maður er byrjað þá sér maður tilganginn. Svo þegar maður er byrjað þá líka áttar maður að stuði hvað maður hefur rosalega gaman að þessu. Vegna þess að það er gaman að þjóna Guði. Og þú heldur bara áfram, komin 8 ára aldur. Þú ert ekkert að hugsa um það, þú ert bara að hugsa um það að lofa Guð. Með bara verkum þínum. Af hverju? Nú þú ert enn lifandi manneskja, maður, kona. Þess netta að þessu. Þú ert ennþá lifandi manneskja. Þetta er ekkert flókið. Það hefur raunverulega ekkert breyst. Jú, þú ert orðinn gráharður, sem eru nú sköllóttur mínum aldrei, en ég er það ekki, ég er gráharður. Hvað með það? Ég er alveg sami einstaklingur og ég var þegar ég var dökkarður. Sama svipaður þangi og þegar ég var dökkarður. Hefur ekkert breyst. Nefnum að nú þekki ég Drottinn aðeins betur en ég þekkti en fyrir 30-40 árum. Það tala nú ekki þegar ég var að byrja og uppgötaði það að vera til Guðs. Það var mín fyrsta uppgötun, það er til Guðs. Engin spurning, engin efi. Bara allt komið eittir og bingo. En þó allt sé komið eittir og bingo þá er ekki þar með sagt að reynsla sé komin. Hún kemur bara með tímanum. Og það er mjög mikilvægt að stíga inn í þetta og gera allt sem Drottinn segir þér að gera. Og ég er nú svo blessuð manneskja að ég gerði það. Og ég sökti mig niður í orðið. Guð veit alveg hvað hann er að gera. Og ég las og ég las og ég las og ég las og ég las. Og það var ekki mér að þakka að ég gerði þetta allt. Vegna þess að kringumstæðurnar voru þannig. Já, hann getur verið sniðugur. Að
þegar ég var að lesa orðið, og ég ekkert, þú skiptir engum orðið og hvort ég trúir ekki orðið í sér að segja, en þegar ég var að lesa orðið, þá voru byrðarnar sem voru á mér, þá voru byrðar þá, hurfu þegar ég fór að lesa orðið. Þegar ég hætti að lesa orðið, þá komu þær aftur. Og ég man ekki hvað þetta var langur tími, þetta var allavega meira en 1 dagur. Þetta voru nokkra vikur, kannski mánuðir, ég man það ekki. Og það var sama saga. Þegar ég var að lesa orðið, þá flaug þetta burt. Svo þegar ég var ekki að lesa orðið, þá komu þær aftur. Alveg á fullum þunga. Svona eftir á hyggja, þetta var nú ekki góð stað að vera í, en eftir á hyggja var hún mjög góð. Svo þegar leið þetta hjá, og árum, mörgum árum seinna, og kannski áratugur, eitthvað svoleið, þá áttaði ég mig á því að þarna var ég í þeim öflugasta skóla sem ég nokkuð tímann farið í. Og Drottinn sýndi mér það, hann fyllti mig á orði og sagði mér hvaðan þetta kom og hvenær. Það var ég mitt á þessum stað. Og ég þakka mér fyrir þetta, bera mér svolítið á brjóst og mikill og merkilegur maður. Ég var að segja ykkur það. Ég var settur bara í þetta. Ég var þvingaður í þetta. Og það voru þannig kringumstæður að ef maður var ekki þarna þá bara ég gat ekkert verið í neinu nema þessu. Svona er Guð. Hann ætlaði mér alveg greinilega að þekkja vel orðið sitt. En þegar ég var á þessum stað, þá vissi ég ekkert hvað var í gangi raunverulega. Og það ég líka séð, og þetta er kennslan sem þarf að heyrast. Það ég líka séð að seinna þá fer maður að skilja þetta betur. Áratugum seinna jafnvel, þá fer þetta að útskýrast fyrir manni hvað var að gerast. Og ég að vitna þarna um tímabil í mínu lífi, þá ég bara nýgræðingur í trúnni. Og veit ekki það sem ég veit í dag um trúna. En þarna fékk ég grunn og hann er ekki mér að þakka. Mundu það. Þetta er allt saman verkuð vegna þess að hann kallaði þennan einstakling og hann ætlaði honum alltaf eitthvað hlutur. Og hann veit alveg hvað þarf. Og hann veit líka, veit alveg hvernig við erum, og við erum kannski flóttadýr svolítið. Hann bara setti þetta allt saman í einn pakka og tróð kallinum yfir borðið. Já, fór að lesa, reynda var ég bara með þetta í höndunum, eins og ég les. Þannig voru dagar. Ég raun og veru í kvöl, nema þegar ég var með orðið fyrir fram með að lesa, það var engin kvöl. Það var bara áhugi, vá. En svo þegar maður náttúrulega lítur alltaf upp, þá kom þetta alltaf aftur. Og það liðu dagarnir. Og svo var annað líka merkilegt, mjög merkilegt, sem segir að Guð var með í þessu öllu. Það segir, maður alltaf þarf að sofa og hvíla sig. Ég var búinn að draga sönginn yfir mig, þá var það farið aftur. Þannig ég svaf alveg eins og unga barn til morguns, en svo þegar ég vaknaði, þá byrjaði þetta aftur. Var þetta skemmtilegt? Ekki á meðan á svo stóðu, nei, það var ekkert skemmtilegt. En svona eftir á hyggja þá hefði ég ekki viljað missa af þessu. Því að þarna fékk ég þann grunn í Jesú nafni, í orði Guðs, sem ég bý enn að. Og ég er búinn að vera trúað, ég er 89 þá frelsaðist ég. Þetta er kannski 90 þessum að, já þetta var 90, það var alveg bara friðar ármaður, fyrsta árið mitt var bara dans og rósum. Já, ég man það líka, það má nú líka alveg segja frá því að þegar ég frelsaði semst, þá kom bara friður yfir hennar maður. Ekki neitt að gera, allt bara alveg bara gott og fallegt og yndislegt. Þannig ég fékk líka að kynnast honum með þessum hætti, þessa hlið á honum. En svo fór, náttúrulega, já, hann segir manni þetta allt seinna. Og svo allt í einu kemur þetta ástandu, að ég sökkuði mér í orðið.
og ég veit að núna, fyrir margt löngu hef ég náttúrulega vitað þetta, hann var að byggja upp orðið í mér. Og það voru fyrst að koma í gegnum lesturinn, það er ég búinn að sjá. Og það fer ofan í hjartað og þar er ykkur hólfið geymslu sem að þetta orð safnast fyrir í og ég veit að þú er það, veistu af hverju? Af því að þegar ég er að gera svona þætti og tala eitthvað Guðsorð, þá finn ég að þessi orð koma upp og það er hægt að þau komu upp af því að þau voru sett þangað einu sinni. Svona fyrir mér þá er þetta bara aldeilis ekkert flókið. Og ég á engan þátt í þessu og þú getur nú rétt ímyndaðir það hvort að það fyrsta sem maður hefði gert hefði maður getað hlaupið frá þessu. Því að hver vill vera undir einhverjum byrðum? Ég ekkert frekar en þú. En það var bara ekkert undan þessu vikis. Og svo einhverjum, ég man ekki hvað þetta var langur tími, en þetta voru kannski 2-3 mánuðir, þetta var alltaf, ekkert rosa langur tími, en þetta þó langur tími, og vera í einhverju köl svona lengi er náttúrulega ekki til þess að maður er ekki sælasti maðurinn í öllum heiminum. Á meðan, það er eftir á sem þetta byggir mann upp, eftir á. Í hvaða stöðu ert þú? Einhverjum erfiðleikum? Það er eftir á sem þetta gefur frið. Og hvað get ég sagt til þig sem ert núna á einhverjum svona stað? Halt áfram. Það get ég sagt við þig sem ég tala af reynslu. Þetta er allt tímabil. Að byggja sig upp í Guði er sitt tímabil. Að læra Guð er sitt tímabil. Og þú skalt gefa þig þann tíma sem á að taka. Guð veit. Og hann segir orðu sínu, hann mun ekki leggja meira á þig en þú getur borið. Þannig við erum í gjörgæslu hjá honum, hvernig sem ástandið á okkur er þá og þá. Og þessa hluti og þessi verk þurfum við líka að tala og ítrekka og rifja upp. Því við erum öll á einhvern stað og stundum líður okkur ekkert neitt mjög vel með það sem við erum að gera. En það hef ég rekist á, bara af minni trúargöngu og ég tala reynslu, að ég er ekki mikið að tala svona hvernig mér líður vegna þess að þegar maður byrjar að tala þau, því að maður er náttúrulega bara maður og metur þetta oft alveg kolrangt hvað er í gangi, að þetta er engin hjálp í þessu. Og hvað gerir maður þá? Ef maður má ekki tala við vin, gott að tala við vin. Þú verður bara að bíða þetta af þér. Það er nú mín reynsla. Þú bíður þetta bara af þér. Og allt í einu ertu komin í gegnum þetta. Þú leiðir bara Guði að vinna í þér og þú gerðir bara áfram það sem að Drottinn er búinn að setja þig yfir og í. Svo bálast alls konar upp, okkur líður alveg hræðilega og svo byrjum við að tala við vin og þá magnast þetta allt upp, þetta helst við með því að við erum alltaf að tala þetta út. En Drottinn hefur kennt mér það, hann segir bara við mig, þegiðu konur og býttu þetta bara að þér. Já, það er viss viska að býða þetta af sér. Og þetta finnst ég nú ekki góð kennsla. En ég bara segja þeir mína reynslu. Ég hef hina reynsluna líka. Og ég hætti því að vera að tala mín mál, þannig prívat mál. Og hverjum kemur það við? Ég alveg svo þú þarf að glíma við þetta allt. Og ég bara glími þetta með sjálfum mér. Og ég þegi bara þetta og svo allt í einu er þetta bara farið. Og svo náttúrulega líka kemur að því ákveðin uppbygging, þetta er allt til uppbyggingar, að þegar þetta kemur, þá dvelur þetta stutt, alltaf styttra, bara kemur frá það farið. Ég sé ekkert annað en þetta sé rétt aðferð. Ég veit, kannski er þetta misjafnt á milli manni, ég veit ekkert um það. Ég hef hina hliðina á þessu líka. Maður talaði við einn, þeir vita vist allt, einir manns vita allt. Og þú ert að leggja byrðar á vin þig því hann nennir ekki að hlusta á þetta, en þú þarft einhvern til að tala við. Og þú heldur þessu við í þér að þú ert alltaf að tala það. Og það er engin bót, ekkert gagn. Þangað til að Drottinn kemur inn í myndina og segja, já, þetta er einhverju minn, nú skulum við bara þagna svolítið. Svo segir hann, þessi ægilok, þetta líður hjá.
Og þú, ok, gerir það að því þú ert að hlýðin strákur eða stelpa og þú sérði, þetta er að virka. Og þetta er það sem að Drottinn vill tala við þig. Hættu að tala vandamál þín við aðra. Svo fyrir utan það að vandi minn, þú ert í raun og veru bara að bæta honum við vanda annars manns, eða annarra konu. Og það er hver sína byrði að bera. Þannig við bara, með því að bara gera þetta svona, eiga þetta bara fyrir okkur, þá er Drottinn með verkið. Og hvað er meira? Einn dag, þá finnur að þetta er farið. Svo lærir af þessu að eitthvað gerist, það er alltaf eitthvað að gera, við sleppum aldrei við það. Að þú bara þegir þunnu hljóði, vitandi núna af reynslunni að þetta hverfur eftir einhver tíma. Og svo styttri tíma. Þetta kemur svo er þetta bara að fara eftir. Það er líka hægt að fara með sjálfan sig út í þetta og við þurfum að tala þessi hluti. Það hefur maður að ræða við hinn, segir við. Jú, það er gott að ræða við hinn. Leggja á hann byrðarnar. Hundleiðist þetta. En þú getur líka bara farið hina leiðina að þegja. Og leyfa bara tímanum að vinna þetta burtu. Og hann gerir það. Þú er að athuga það að þú er trúuð manneskja. Hvort sem þú talar við vin eða ekki, þá ertu trúuð manneskja og trúin er að vinna í þér alveg á fullu. Og er það ekki það sem þú vilt? Það er það sem ég vil. Þannig að trúin hefur fengið að kenna mér alveg hellinga af hlutum. Bara trúin kennir mér þetta sjálf. Og ég tek trúna alvarlega, alvarlegra, að því ég reyna hana góðu einu. Og hún er að segja mér þetta er niðurstaðan. Sitt á þessu og vittu til að þetta líður hjá en þú heldur áfram að gera Guðs verk. Þú heldur áfram að lesa, þú heldur áfram að biðja, þú heldur áfram að rækja safnaðarsamkomur, þú gerir öll þessi verk. Þú hleypir ekkert frá neinu, en nú ertu hættur, hringið inn. Hann hefur hvort þér ekkert inn í málið að leggja og þú ert í raun líklega bara mæðan af þessu tuð í þér. Það er þetta sem maður hefur lært og það er þetta sem maður er að gera líka. Að því maður hefur góða reynslu af þessu hvoru tveggja og þetta er betri leiðin. Þegið þau bara. Þegja. Og ætlar að svara með fullum hálsi. Þetta er bara ábendingar minn, kæri vinur, frá trúaðri manneskju sem er að segja reynslu sína í trúnni. Trúaðri manneskju sem hefur lært af sinni trú hellingsmargar leksíur. Og ég sá það þegar ég var að tala við vin. Ég hélt að mér, þetta var ekkert að gera neitt gagn. Ég sá það. En samt fór maður að tala við vin, af því það manni var ráðlegt að tala við vin. En þetta var ekkert að gagnast minni. Þangað til maður uppgötaði það, ég ætla bara að þegja. Ég ætla bara að bera þetta með sjálfum. Þá fór að vinna sigrarnir. Eins og við vorum að tala trúin er afl í þér, ekki gleyma þessu. Hún er lifandi afl í þér sem gerir meira, hún arðir. Hún bíður eftir því að fá búa þér til þannig trúarlíf að það sé gott. Ef þú ert með byrðarnar á þér sem að koma og fara og þú hefur ekki rétt að leiða til þess að vinna þér frá þér, þá ertu alltaf undir álagi. Núna skaltu bara ekki orð. Ekki orð. Það er nú alltaf ráðleggingar á þessum. Þetta er mín reynsla. Ég hef báðar þessa reynslu. Og þetta er svoleiðis sem ég fyrir í dag. Þannig að ég er ekki mikið að tala erfiðleika svo fyrir að ég nenni því þér að segja. Ég veit að þú ert hlaðinn erfiðleikum sjálfur og sjálf okkur og ég hef verið að koma með mína erfiðleika yfir á þig og
bæta á grá ofan á svart. Ég get alveg gert ýmislegt, ég get verið uppörvandi manneskja, ég það? Ég það oft, já. Kannski ekki alltaf, frekar en þú eða nokkur önnur manneskja. Ég bara einn af þessum köllum sem að þú umgengst, hvorki betra eða verri. Ég bara einn af þessum köllum. Og þessi kall, hann trúir á Jesú. Það er komin áttræðisaldur. Ber aldurinn vel. Ég heyrði þig segja það. Ég sagði mér, hvernig fer það þessu maður? Ertu í formalíni? Þú breytist ekki neitt. Já, ég hef nú breyst alveg hellin. Já, ég veit ekki. Mér er alveg svona. Ég veit bara, ég er sami einstaklingur og ég var, já, 20. En orðin aðeins vitrar en ég var þegar ég var 20. Og þetta gerir aldurinn. Hann hleður inn reynslu og hann hleður inn visku og vísdómi. Og það er þetta sem er svo stórkostlegt við það að vera manneskja. Og svo kom Kristur inn í það. Og hvað þá? Þá fór hann að segja mér sannleikann eitt og annað. Lífið, tilveruna, syndina, þetta og hitt. Og hvers vegna þetta ástand er í heiminum. Veistu af hverju þetta ástand er í heiminum? Það er synd í heiminum. Synd. Og það var að tala það einu sinni enn. Við erum að gera ráðstafanir að reyna að snúa á hana þessu hennu. Jú, við snúum á hana einhverju. En á meðan við erum að snúa á hana einhverju, þá snýst upp á eitthvað annað. Þetta er endalaust. Enga lausnir. Stríðið í, hvað er einhver staðar? Menn að segja að það er að fara að gera eitthvað. Maður heldur áfram. Og enn koma menn og það er að gera eitthvað. Og það heldur áfram. Svo allt er það búið. Það er með sagan. Þetta eru einhver ris í þessu, svo er það búið. En þá byrjar þetta bara aftur. Af hverju? Þetta snýst ekkert það, annað en að þú eigir Jesú í þínu hjarta. Hann er kjarni málsins. Og þetta taka menn undir sem vita hvað ég er að tala, hann er kjarni málsins. Jesú er kjarni málsins. Jesú er það sem trúaður maður elskar að tala Maður hringi einstaka sinnum í einu og við líðum ekkert að höra. Svo byrjar hann á æla. Og hinn alveg svoleitt tekur undir hvert orð maður og býður bara eftir að leggja hann og nennur sig í. Þá til þú ákveður bara að ég er hættur. Ég bara þegi þegar mér líður illa. Og ég geri það. Við erum búin að gera það í mörg ár og ég ætla ekkert að fara að breyta neitt því. Hringi við inn. Það er gott að hringi við inn. Þegar hann er í raun og veru vinur minn. Er hann vinur mann sem maður er rosalega illa maður. Það er ekki hægt að alveg lægja þessu. Og það má alveg lægja. Við höfum góðan Guð. Við höfum hann sem dó og hann reis upp. Ekki minna það. Hann segir við mig, Konráð, þú ert á leiðinni til mín. Vá, er þetta gerlegt? Í Jesú er þetta gerlegt. Þetta er gjöf. Þannig að þú veist, þegar ég fer, sem verður einhvern tíma eða þú verður ekki undan, þá veistu alveg á hvaða leið þessi gæi er. Og það er svolítið merkileg hugsun að vita hvert menn er að fara. Suma sem eru farnir veit ég hvar eru. Aðra veit ég ekki hvar þeir eru. Ákveður, að ég veit ekki hver nákvæmlega er trúar og hver ekki trúar. En suma veit ég 100% að eru þessi trúumanneskjur og ég veit á hvaða leið þeir eru og ég veit líka á hvaða leið ég er. Eitthvað þá fer ég og ég veit alveg hvert ég fer. Sá hann orðin geðveikur maður. Þetta er ekki geðveiki, þetta er sannleikur. Við erum að tala sannleikan þegar við erum að tala Jesú, þegar við erum að tala trúna, þegar við erum að tala öll þessi mál, þá erum við að segja sannleikan. En sannleikurinn á alltaf undir högg að sækja, af því hann er sannleikur. Því heimurinn, hann fyllti sig af ósannindum og það er vandinn.
Og á þetta, þessi ósannindi eru að hlusta á að heyra og hlýða á daginn út og daginn inn. En við stoppum hérna og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.